Forseti Hæstaréttar, fjölskylda Ármanns Snævar, góði gestir, til hamingju með daginn. Það mér heiður og ánægja að segja hér fáein orð í upphafi þessarar heiðursamkomu sem haldin í tilefni þess að í dag eru liðin 100 ár frá fæðingu Ármanns Snævar, prófessors, hæstaréttardómara og fyrrverandi rektors Háskóla Íslands. Gunnsteinn Ármanns Snævar fæddist í Neskaupstað 18. september 1919. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum á Akureyri 1938 og embættisprófi í lögfræði frá Háskóla Íslands á lýðveldisárinu 1944. Að því búnu stundaði hann framhaldsnám í Uppsölum, Kaupmannahöfn og Osló, en síðar lagði hann stund á frekara nám og rannsóknir við Harvard Law School í Massachusetts í Bandaríkjunum. Ármann var skipaður prófessor í lögum við Háskóla Íslands 1948 og gegndi því starfi allt til ársins 1972. Árið 1960 var Ármann kjörinn rektor Háskóla Íslands og gegndi því starfi í 9 ár.
samfellt lengur en nokkur annar rektor á undan honum. Sýnir það vel hversu mikils trausts hann naut í háskólasamfélaginu. Ármann var skipaður hæstaréttardómari árið 1972 en lét af því embætti árið 1984. Ármann var mikilvirkur og mikilsvirtur fræðimaður og eftir hann liggur fjöldi kennslurita og annarra fræðarita lögfræðileg málefni. Það til marks vinnusemi hans að vorið 2008, þegar Ármann var 89 ára, sendi hann frá sér mikið fræðirit hjúskapar- og sambúðarrétt. Kennsluferill Ármanns við Háskóla Íslands spannaði hálfa öld og hlotnaðist honum margvíslegur heiður á innlendum og erlendum vettvangi. Hann var sæmdur heiðursdoktorsnafnbót við Háskóla Íslands árið 1993 og einnig við nokkra erlenda háskóla. Í tengslum við níræðisafmæli Ármanns var sett á fót við lagadeild Háskóla Íslands rannsóknarstofnun Ármanns Snævar fjölskyldumálefni. Ármann lést 15. febrúar 2010 á 91. aldursári. Sem rektor Háskóla Íslands beitti Ármann sér fyrir margvíslegum framfaramálum. Í því sambandi vert að geta sérstaklega áherslu hans á að efla Háskóla Íslands sem rannsóknarstofnun. Kemur þetta skýrt fram í ræðu sem hann hélt við upphaf rektorstíðar sinnar við vígslu Háskólabíós á hálfrar aldar afmælishátíð Háskóla Íslands haustið 1960. Þar lýsir Ármann því að háskólinn hafi slitið barnsskónum og standi á tímamótum. Skólinn hafi jafnframt fram að því einkum verið fræðslustofnun, en nú væri úrslitaatriði að blása til sóknar og efla rannsóknarstarfið og bæta alla aðstöðu til rannsókna. Lagði Ármann jafnframt ríka áherslu á að í því sambandi væri horft til þess sem best væri gert á alþjóðlegum vettvangi. Í annarri ræðu sem Ármann hélt undir lok rektorstíðar sinnar árið 1968 var honum efling háskólans sem rannsóknarstofnunar enn ofarlega í huga og hafði hann það þau meitluðu orð að segja, tilvitnun hefst: ef skóli ekki rannsóknarstofnun, hann ekki háskóli nema í orði kveðnu, tilvitnun lýkur. Nefna mætti mörg fleiri áherslumál sem Ármann beitti sér fyrir í rektorstíð sinni. Þannig voru honum aukið námsframboð og nútímavæðing kennsluhátta ætíð ofarlega í huga. Einnig vert að geta þess að Ármann lagði ríka áherslu á málefni kvenstúdenta og hvatti þá til dáða, en á þessum árum var hlutfall kvenstúdenta í mörgum greinum lágt og brotthvarf þeirra úr námi mikið. Óhætt að segja að Ármanni hafi orðið ósk sinni í því vegna þess að stúdentum og kandidatum úr hópi kvenna átti eftir að fjölga mikið á næstu árum og áratugum þar á eftir og nú svo komið að meirihluti nemenda og brautskráðra kandidata eru konur. Að endingu vil ég geta þess að Ármann beindi ekki aðeins sjónum að akademísku hlutverki háskólans, kennslu og rannsóknum, heldur var menntahugsjón hans víðtæk. Kemur þetta skýrt fram í orðum sem hann lét falla við skólasetningu árið 1962. Þar sagði hann við nýstúdenta, tilvitnun hefst: verið brennandi í andanum, en unnið yður jafnframt færis á að fást við sitt hvað annað en námsgrein yðar, sem gerir yður að meiri mönnum, víðsýnni og skygnar á fegurð og sönn verðmæti mannlegs lífs. Njótið eftir föngum, lista og fagurra bókmennta, tilvitnun lýkur. Ármanni þótti alla tíð vænt skólann sinn og að vissu leyti má segja að hann hafi verið spíritusrektor Háskóla Íslands langt eftir að hann lét af embætti. Þannig kom hann ætíð í heimsókn á rektorskrifstofu þegar nýr rektor hóf störf og árum saman leit hann af og til við á skrifstofunni til að kasta kveðju á starfsfólkið og líta til með hlutunum.
Góði gestir, ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri og gef nú Þorgeiri Örlygssyni forseta Hæstaréttar orðið. Kærar þakkir. Háskólarektor, fjölskylda Ármanns Snævar, góðir samkomu gestir. Í dag minnumst við þess að liðin eru 100 ár frá fæðingu Ármanns Snævar, fyrrum lagaprófessors, háskólarektors og hæstaréttardómara, þess merka menntafrömuðar og lagamanns. Ég hygg að segja megi að hjarta Ármanns hafi fyrst og fremst slegið á 3 stöðum, hjá fjölskyldu hans, háskólanum og Hæstarétti. Það duldist ekki samtímamönnum Ármanns Snævar að hann var mikill fjölskyldumaður og án efa hefur það eðlisfar haft mikil áhrif við val hans á viðfangsefnum í lögfræði. Auk framlags Ármanns til rannsókna á sviði almennra lögfræði og refsiréttar og reyndar fleiri greina lögfræðinnar, sinnti hann merkum rannsóknum á sviði fjölskylduréttar sem enn standast tímans tönn og nánar verður gerð grein fyrir hér á eftir. Ármanns Snævar var prófessor við lagadeild Háskóla Íslands samfleytt í 24 ár frá 1948 til 1972. Sem kennari við lagadeild reyndist Ármann mikill frumkvöðull, hann var afkastamikill höfundur kennslu og fræðirita, innleiddi fjölmargar kennslu nýjungar, stofnaði til erlendra samskipta bæði kennara og nemenda og tók mjög alvarlega hlutverk sitt sem uppalandi verðandi lögfræðinga. Það er ekki ofsögum sagt að segja að Ármanni hafi þótt vænt nemendur sína og þeim hann og það er gaman að geta þess að meðal samkomu gesta hér í dag er Axel Kristjánsson hæstaréttarlögmaður, rúmlega nýræður að aldri en hann var í fyrsta stúdentahópnum sem Ármann kenndi við lagadeild árið 1948. Ármann Snævar naut innan Háskóla Íslands trausts þvert á deildir. Hluta starfstímans við háskólan frá 1960 til 1969 eða í 9 ár gegndi hann starfi háskólarektors og eins og framkom í máli rektors í áðan lengur en nokkur annar hafði áður gert og sýnir það best það mikla traust sem til hans var borið innan veggja þeirrar stofnunar. Árið 1972 söðlaði Ármann hann tók við starfi hæstaréttardómara sem hann gegndi til ársins 1984 eða í 12 ár. Starf í fjölskipuðum dómi er þess eðlis að framlag hvers og eins dómara er út á við ekki merkt þeim sjálfum. En engum blandaðist hugur að Ármann var áhrifamikill í hópi dómara og naut Hæstiréttur góðs af breiðri þekkingu Ármanns á sviði lögfræði, réttsýni hans og sanngirni. Auk embættisstarfa var Ármann Snævar mikill félagsmálamaður. Hann beitti sig fyrir stofnun bæði Lögfræðingafélags Íslands og Bandalags háskólamanna og var fyrsti formaður stjórnar beggja félagana. Þá var hann formaður stjórnar Dómarafélags Íslands í 7 ár og lagði á þeim vettvangi grunninn að þátttöku íslenskra dómara í alþjóðlegu starfi. Háskóla Íslands og Hæstarétti þótti í samvinnu við rannsóknarstofnun Ármanns Snævar fjölskyldumálefni við hæfi að minnast þess að liðin eru 100 ár frá fæðingu Ármanns með því að efna til þessar hátíðarsamkomu. Með því vilja þessar stofnanir færa fram þakkir og minnast þess merka framlags sem Ármann Snævar átti til starfsemi þeirra. Að þessu sögðu tekur við fundarstjórn Garðar Gíslason, fyrrverandi hæstaréttardómari og nemandi Ármanns Snævar. Takk fyrir. Góðir hátíðargestir, til hamingju með daginn. Ég þakka traustið sem mér er sýnt með því að fela mér stjórn fundarins og taka þátt í að heiðra minningu Ármanns Snævar. Við þökkum rektor háskólans og forseta Hæstaréttar fyrir áverk þeirra og tökum undir orð þeirra í einu og öllu og minnumst þess að Ármann var engum líkur.
Reyndar vann hann það afrek. Sá eini á eftir Einari Arnórssyni að vera bæði rektor Háskólans og forseti Hæstaréttar. Til þess að nota ekki eigin lýsingarorð Ármann langar mig að vitna beint í hið ágæta æviágrip sem doktor Páll Sigurðsson, prófessor, skrifaði og birtist í Andvara á síðastliðnu ári. Tilvitnun. Ármann Snævar var margt óvenjulegur maður, gegnheill að allri gerð en átti sér afar fjölbreytt kunnáttu og áhuga mál. Hann beinlínis geislaði frá sér hlýhug til allra manna sem hann hafði samskipti við. Kynnti þeim gjarna eigin hugðarefni og fyrirætlanir en var einnig meira en fús til að hlusta á frásagnir þeirra af sínum viðfangsefnum og eggja þá til framkvæmda. Hvatningarorð frá honum voru sannarlega ekki orðin tóm. Tilvitnun lýkur. Með þessum orðum gef ég orðið dóttur sinni hans og nafna. Gjörðu svo vel, Ármann. Rektor Háskóla Íslands, forseti Hæstaréttar, ágætu gestir. Mér langar til að byrja á því fyrir hönd okkar í fjölskyldunni að þakka þeim aðilum sem standa þessari samkomu innilega fyrir. Þið sýnið minningu afa mikla virðingu með þessu og okkur þykir afar vænt það. Það sama á við alla þá sem hér eru mættir. Ég vil líka sjálfur þakka sérstaklega fyrir að vera beðin að ávarpa þessa góðu samkomu. Hæstiréttur og Háskóli Íslands eru einhverjar mikilvægustu stofnanir sem við eigum sem samfélag. Þessar stofnanir voru rammu líf afa og nú þótti afskaplega vænt þær. Þegar ég var 3 ára lét afi af störfum sem hæstaréttardómari og ég fékk að koma með í síðasta skiptið sem hann sat sem dómari. Valborg móðir minn sagði mér að ég yrði að vera mjög stilltur og prúður og ekkert segja. Ég á svo að hafa verið nákvæmlega þannig. Eina skiptið sem ég sagði eitthvað var því ég bent á mynd sem hékk upp á vegg af gömlum hæstaréttardómara. Hvíslaði svo að mömmu: Mamma, þetta bánsi? Ég held að tengingin við bánsan hafi bara verið vegna þess að afi var þarna og þessir menn voru klæddir eins og hann. Þetta hlaut af þeim sökum í huga 3 ára barns að vera einhvers konar bánsasamkoma. Því þótt afi hafi ekki beint verið bánsi þá átti hann ansi margt sameiginlegt með góðum bánsa. Hann var svo hlýr, mjúkur og góður. Afi átti besta faðmlag í heimi og það var afskaplega gott að halda í hendina á honum. Þegar afi Ármann hætti í Hæstarétti þá langaði hann samt til að mæta einhvers staðar á hverjum degi. Því spurði hann mömmu hvort hann mætti ekki fara með í leikskólann á morgnana. Ég tók því ákveðnu leyti við af Hæstarétti Íslands. Það er sagt að fólkið í hverfinu hafi getað stillt klukkuna sína eftir afa. Hann gekk alltaf sömu leið á sama tíma fram í húsinu þeirra með mig í vagni. Mér langar líka að minnast ömmu minnar Valborgar Sigurðardóttur því að það hefði afi viljað. Hún var ekki síður en afi áhrifamikill fræðimaður á sínu sviði. Þau voru afskaplega gott teymi og studdu hvort annað vel og bættu hvort annað vel upp. Sem dæmi fékk ég oft að gista hjá þeim. Alltaf vildi ég gista upp í á þeim og á milli þeirra. Ég komst að því mjög ungur að best væri að vera með vinstri helming líkamanns undir sænginni hjá afa og hægri helmingin undir sænginni hjá ömmu. Með þessu skapaðist hins vegar fullkomið hitastig sem ég finn svo lýsandi fyrir þeirra samband. Ég sakna afa mikið. Það hjálpar hins vegar hve mikið af góðum minningum ég á af honum. Þær eru perlur sem gott eiga þegar maður hugsa til hans. Ég stundu spurði því hvort það sé erfitt að heita í höfuð á Ármanni. Svarið því einfaldlega nei. Ástæðan fyrir því hve ljúfar minningar þetta nafn kallar fram í huga fólks. Í starfi mínu hitti ég alls konar fólk á hverjum degi sem þekkti eða hafi haft kynni af Ármanni afa. Ég reglulega spurði því hvort ég sé ekki barnabarn hans.
Eftir að fólk hefur fengið staðfesting á því fylgir yfirleitt alltaf einhver skemmtileg saga hann. Hann skapaði nefnilega svo mikið af góðum minningum, ekki bara í hugum okkar í fjölskyldunni, heldur líka hjá sínu samferðafólki. Kæra samkoma, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra og þá ber ekki að skilja þetta eins og hjá mínum góða afa og nafna því að þessi setning kom gjarnan miðbyggið í hans frábæru ræðum. En enn og aftur vil ég þakka öllum sem standa þessari samkomu og þeim sem hér eru mætt. Ég held að það hljóta að vera besti mælikvarðinn á gott líf þegar þú hefur eins og afi skilið eftir því svona mikið af fólki sem hugsa svona fallega til þín. Fólki sem leitar í minningaramanni sem framkallar hlýju og bros á vör, alveg eins og afi var. Úr Dimmalinn eftir Atla Heimir Sveinsson og að því loknu útsetningur Herberts H. Ágústssonar á íslenska þjóðlaginu Góð börn og vond.
kæru hátíðargestir, við þakkum þeim. Má ég byrja á að þakka Ármanni Snævar, dóttur sinni Ármanns, fyrir sitt góða ávarp. Það lýsti Ármanni mjög vel fyrir okkur öllum. Rifjaði upp margar góða hliðar. Við þakkum tónlistafólkinu innilega fyrir þeirra flutning. Þau kynntu sjálf sína tónlist, svo ég þarf ekki að endurtaka það. Við þakkum innilega fyrir. Þetta setti hátíðlegan blæ. Þá komið að fræðimönnunum að flytja erindi áhrif Ármanns Snævar í íslenskri lögfræði. Ég mun fá að kynna þau öll þrjú saman og þau munu tala hér í röð og fyrstur talar Davíð Þór Björgvinsson, landsréttardómari og fjallar almennu lögfræðina. Því næst talar Ragnheiður Bragadóttir, prófessor sem fjallar refsiréttinn og loks Hrefna Friðriksdóttir, prófessor sem fjallar fjölskyldu og erfðaréttinn. Davíð Þór, viltu gjöra svo vel að taka til máls? Fundarstjóri, fjölskylda Ármanns Snævars, háskólarektor, forseti Hæstaréttar og aðrir gestir. Það auðvitað mikill heiður fyrir mig að fá að tala hérna aðeins almennu lögfræðina hans Ármanns Snævars. Og það margar ástæður fyrir því. Fyrsta lagi þurfti ég náttúrulega að læra þessa bóku utan að þegar ég var á fyrsta ári í lögfræði. Og það var nú eiginlega lykillinn að því að verða lögfræðingur á Íslandi á þeim tíma. Að kunna þetta eins og stafrófið, nánast. Það kannski pínlítið ekki en svona í meginatriðum. Síðan þegar ég sjálfur var útskrifaður og fljótlega eftir að ég hóf minn akademiska feril þá hefur þessi, til að byrja með var það þá sifjaréttur Ármanns Snævar sem að verður fjallað hér síðar, var svona uppstæðan í því sem ég var að vinna við fyrstu árin en síðan tók þessi bók hérna við, almennu lögfræðin og hún ennþá á skrifborðshorninu hjá mér, ef allt þrýtur þá hún alltaf til staðar. Nú, eins og við vitum þá lét Ármanns Snævar verða mörg svið réttar eins og nánast öll. Það auðvitað fyrst að nefna almennu lögfræðina og síðan fjölskylduréttinn sem hefur fjallað og refsirétt og síðan hefði mátt nefna kannski kirkjurétt líka sem að hann lagði drjúgan skerf til. Það vill svo til að þessi bók almenn lögfræði, þetta síðasta útgáfan af þessu riti og ég á nú kannski ekki endilega von á því að komi fleiri en hún kom út árið 1989 og ég sé það hér í formálanum að formálanum undirritaður á Aragötu 8 í Reykjavík 18. september 1989 og það svona nákvæmlega 30 ár frá því að þessi bók kom út og hún hefur staðið óbreytt síðan. Nú, það kemur fram í formála að riti sér reist á fyrirlesturinn sem hann hafi flutt á árunum 1949 til 50 og síðan 70 ár. Og síðast þegar ég kenndi í námskeiði í almennu lögfræði, það var þá fyrir 2 árum síðan, þar sem ég hljóp í skarðið fyrir Hafstein Þór Hauksson sem að ber hitann og þungana fyrir kennslu núna, að þá voru ennþá slitur af þessari bók notuð sem lesefni í almennu lögfræði og þá sjáum við að þetta spannar 70 ár. Þessi bók hefur verið leyst af hólmi með ýmsum öðrum ritum sem hafa komið út síðan og þá má nefna þar fyrst þetta rit Sigurðar Líndal lög og lögfræði. Ég get nefnt mína eigin bók sem hefur víða verið kennd við kennslu í námskeiðum fyrir fyrsta árs nemenda í lögfræði lögskýringar. Það rit Róbert Spano túlkun lagaákvæða og síðan rit Skúla Magnússonar hina lagalegu aðferð og réttarheimild og fleiri hafa þarna lagt lóða og bóðaskalotnar þannig að þessi bók hefur verið leyst af hólmi en ég ætla að koma aðeins að því hér á eftir að það ekki þar með sagt að áhrifa hennar gæti ekki lengur því að hún hefur í rauninni haft gríðarlega mikil áhrif á þau rit sem ennþá verið að kenna og hafa eiginlega svona hefur bókin eiginlega mótað umræðu almenna lögfræði allar götur síðan. Nú
frá því að þessi bók var fyrst kennd eða svona handritað henni eða drög, þá hafa komið út fjölmargar útgáfur, þar til þessi hér kom út sem ég hér með mér. Og ég ætla að flestir sem komu í Háskóla Íslands til að læra lögfræði, og við vitum það auðvitað lengst að var það eini skólinn þar sem hægt var að læra lögfræði á Íslandi, eða íslenska lögfræði, getum við sagt. Og flestir sem komu í það nám að þeim hafi verið alls ókunnugt það hvað lögfræði eiginlega var og hvað hún fjallaði en það var ekki fyrir að fara neinni lögfræðikennslu í menntaskólum lengst af, þótt stöku skólar bjóði núna upp á valgrein í lögfræði. Almenn lögfræði Ármanns Snævars var þannig áratugaskeið. Við getum sagt kannski til þess að nota líkingar, þetta hefði verið hinn svona lögfræðilega móðurmjólk íslenskara laganema áratugum saman. Og við þurftum, eins og ég gætum áðan, að læra þetta nokkuð vel og kunna þetta nokkuð þétt til þess að standast próf í almennu lögfræði sem lengst af var þá einhvern 7 sem þurfti að ná, að minnst kosti á þeim tíma sem ég man eftir, þótt þetta hafi síðan verið lækkað. Og ég leyfi mér að fullyrða, og þá tala ég kannski fyrir sjálfa mig og ég geti mögulega verið að tala fyrir ýmsa aðra, að þetta hafi, það er að segja skilningur manns á lögfræði og lagahugsun og aðferðir, ég leyfi mér að fullyrða að þetta hafi fylgt mörgum okkar sem þurftum að fara í gegnum þetta langt inn í starfsemina og eftirlit í sumum tilfellum hana alla. Og sagt að lengi búa fyrstu gerð og ég hygg að það eigi við þau áhrif sem þessi bók hefur haft í íslenskri lögfræði. En hvaðan kemur þessi almenna lögfræði? Almenn lögfræði nefnilega ekki endilega sérstakt fag í öllum löndum, en það þó á Íslandi og í Skandinavíu, almennilegi rettslegri. Og ef maður reynir að rekja þetta sögulega, það er vísu svolítið erfitt með þessa bók vegna þess að það ekki, það má segja kannski að tilvísanir í heimildir séu kannski ekki öllu leyti þéttar í þessu riti, en hann virðist hafa við að þessu fróðleik mjög víða og ég held að það megi auðvitað rekja þetta til svona þess fags sem í þýskri lögfræði kallað allgemeine Rechtslære og sem þá sérstök greinin lögfræðina sem mótaðist á 19. öld í Þýskalandi sem ansvar við svona þeim náttúruréttar hugmyndir sem hefði vaxið fiskur rygg í common law ríkjum eins og Bretlandi og þessi þýski positivismi sem þróaðist á 19. öld í sér rætur í sögustefnu Savigny og Herders og fleiri manna. En þetta náttúrulega dálítið mikil stúdí að rekja þetta allt saman. Þannig að auðvitað Ármann Snævar með þessu ekki að finna upp hjólið, heldur hann að færa íslenskum lögfræðingum og laganemum þekkingu sem var þróuð í öðrum löndum og hann íslenskar hana og gerir það á sinn hátt og mjög persónulegan hátt. Annað sem ég vildi nefna, það að tungutak bókarinnar mjög sérstakt og þá stundum talað í hálfkæringu snæversku sem sérstakt tungumál með lögfræðinga og engin skilur nema lögfræðingar. Ég held að Ármann Snævar hafi einhvern tímann orðað það þannig sjálfur að þegar hann fekk hóp laganna með eins og hann stundi gerði til þess að hjálpa sér að útgáfunni þessu riti, að þá hafi sumir þeirra notið það að Ármann ætti það til að fara með himinskautum í sínu orðfæri og lögðu til breytingar á því og hann hafi svarað sumum þeirra athugasemda þannig að honum þætti þessar tillögur full kollhúfulegar. Þannig að hann talaði djarflega og ég vil bara taka hérna sem dæmi orðalag hérna til dæmis þegar sem á nú á tímum þá tölum við að siðferði sé afstætt. Ármann kýs að orða þetta með allt verðum hætti og það miklu flottara. Siðgæðismitið yfirleitt æðimikið á hvörfum sem að segir alveg það sama og þannig stíl Ármanns Snævar svolítið upphafinn en skemmtilegur og ég sjálfur lærði heilmikið í íslensku að ég lesa þetta og það hægt að taka fjölmörg svona dæmi og kannski taka það Hrefna og Ragnheiður eitthvað dæmi orðfæri og sérstakt orðfæri Ármanns Snævars og eftir við hefur það haft áhrif á tungutak íslenskra lögfræðinga. Nú ég vil líka segja að þessari bókþættir hrósa hún hefur að geyma á köflum mjög framsæknar hugleiðingar sem skilgreinir lögfræði sem félagsvísindi og við höfum aldrei séð það gerast nú á tímum þegar að
Lagadeildin hefur verið sett undir félagsvísindasvið og þar með felst augljós viðurkenning á þessum skyldleika þó að lögfræðingar hafi lengi vel kannski átt erfitt með að gengja því að þeir væru að leggja stund á félagsvísindi eða félagsfræði en hann skrifar hér í löngu máli tengsli lögfræðinar við aðra greinar félagsvísinda, áhrif þeirra og aðferðafræði lögfræðinar, einkum þegar kemur að fræðilegum aðferðum hennar, en þær hafa voru lengi lengst af staðnaðar vil ég meina í þeim skilningi að menn studdist við hérna deskriptífu dogmatísku aðferð en nú á tímum þá kennir ýmsa grasa í þessu og það má segja að í bókinni birtist mikil fyrirhyggja hjá Ármanni Snævari að hafa séð þetta fyrir. Nú, bókin mjög efnismikil og það tæpt á mýmörgu sem varðar lögfræði og eins og efnis yfirleitt bókarinnar ber með sér. Hann fjallar uppruna réttarreglna, þróun og atriði sem móta efni réttarreglna, ríkishugtakið, ríkisvald, tengsl ríkis og réttarreglur og siðareglur. Hann fjallar lögfræðina sem þjóðfélagsvísindi og það má segja að 150 fyrstu síður í bókinni séu helgaðar þessum almennu viðfangsefnum bakgrunn lögfræðinnar og svo framvegis. Áður en hann víkur að hinni eiginlegu lögfræðilegu aðferðafræði sem þá afmörkuð svona í aðalatriðum við það að gera grein fyrir réttarheimildum, þar að segja hvaðan rétturinn sprottin og hvernig við beitum þessum reglum fyrir túlkun og skýringu. Þar framlag Ármanns, vil ég meina, í það minnsta eins og ég sé þetta fyrir mér mest. Og hann gerir ýmislegt á annan veg en norrænir kollegar hans sem ætla má þó að hann hafi tekið talsvert mikið mið af og það lýsir sér meðal annars í þessum gríðarlega mörgum dómareifunum sem að finna í bókinni en ég hef ekki séð þetta í öðrum norrænum fræðiritum að menn taki sér það fyrir hendur að skoða svona marga dóma og freista þess að flokka þá og fella þá undir einstök viðfangsefni og ég get sagt fyrir mig að þetta hefur Ég hef alltaf freistað þess að taka mér þetta til fyrirmyndar og hef alltaf styrst í til skoðun eftir því sem ég kenni lögfræði lengur að það ekkert betra, það ekki tilnefnd betri aðferð til að kenna hana en að láta nemendur einmitt lesa dóma og ræða dóma við þá og greina þá í þaula. Og þetta sá Ármann Snævar fyrir og þetta eitt stór kostur í bókina þó að stundum kannski með í deilum hvort að dómurinn sem hann reifa sé nægilega vel reifaður eða hvort hann reifaður á réttum stöðum og svo framvegis en þá þetta í grundvallaratriðum aðferð sem hann sjálfur hefur notað og notaði, man ég sjálfur í námskeiðum þar sem hann kenndi mér og það var mjög mikið til fyrirmyndar. Nú, það sem ég vildi kannski segja hérna að lokum það að eftir að náminu lauk og maður var búinn að læra þetta hver eiginlega nánast utan að þá hefur það fylgt manni æ síðan og sérstaklega eftir að ég tók sjálfur til við að sinna fræðistörfum á sviði almennrar lögfræði og ég held bara að það sé þannig og það sé engin undantekning á því alltaf þegar ég verið að fást við ykkur viðfangsefni í almennrar lögfræði að setja fram ykkur spurningar þá í fyrsta lagi þetta náma alls konar spurningar sem vakna vegna þess að fjöldi hugmyndana sem settar eru fram og skoðana og svona tilraun til þess að rökstyðja þær að þetta endalaus uppspretta hugmynda að þessu leyti og andagiftar og ég held að það sé án undantekninga að í mínum fræðistörfum þá byrja ég yfirleitt þetta á að geta þess að Ármann Snævar hafi sagt að tiltekin atriði í almennu lögfræðinni væri svona og síðan tekst maður á við það og alltaf í samtali við Ármann Snævar alla sína ævi, alla mína fræðaævi eftir að ég fór að sinna almennu lögfræði þá ég alltaf í samtali við Ármann Snævar hann alltumlykjandi hann vettvangur umræðunar hann upphaf umræðunar og endir og ég get lýst því að í doktorsritgerð minni sem að ég lagði fram við Háskólann í Strasborg þá stilli ég upp probleminu einmitt nákvæmlega þannig að ég vísa hér í kafla Ármanns Snævars þjóðréttarreglur þar sem Ármann Snævar heldur því fram að þjóðaréttur og landsréttur séu tvö aðskilin réttarkerfi og
ég tók mér það fyrir hendur að rannsaka það hvort að þessi fullyrðing væri rétt og þá að hvaða marki og að hvaða marki ekki og svo framvegis. Þannig ef ég tala á persónulegu nótunum þá er ekkert rit í lögfræði haft jafn mikil áhrif á mína starfsævi og ég fer nokkuð nær það að aðrir gætu tekið undir það og fyrir þetta vil ég bara þakka og minnist Ármann Snævars með hlífu og læt þetta duga og þakka fyrir ljóðið. Háskólarektor, forseti Hæstaréttar, fjölskylda Ármanns, góði gestir. Refsiréttur ein af þeim fræðigreinum lögfræðina þar sem Ármann Snævar markaði djúp spor. Og þegar litið tilbaka í feril hans á þessu sviði þá þrennt sem strax fangar athygli. Það í fyrsta lagi tengsl hans við Norðurlönd og norræna rétt. Í öðru lagi áhrif hans á þróun sjálfra refsilagana við framlagi sínu við samningu lagafrumvarpa. Og síðan í þriðja og síðasta lagi mótun hans á fræðigreininni refsiréttur með kennslu sinni og rannsóknum. Og öllum þessum þremur sviðum að þá var hann frumkvöðull eins og svo mörgum öðrum. Og ég ætla að byrja því að tala þá þessi fyrsta þessu sem ég nefndi, það tengsli við Norðurlönd og norrænan rétt. Eftir að Ármann lauk prófi hér frá Háskóla Íslands þá stundaði hann framhaldsnám í öllum höfuðborgum 3 Norðurlandana og tengslan sem Norðurlandaþjóðirnar voru alla tíð með mikil. Hann var virkur þáttakandi á norrænu ráðstefnum og fjallaði þá gjarnan refsiréttarleg málefni. Hann var í ritstjórn ýmissa norrænna tímarita og hann var einnig í stjórn Sakfræðingafélags Íslands sem fræðafélag á sviði refsiréttar og afbrotafræði sem hefur mikil og góð tengsl við systurfélög sín á Norðurlöndum og gefur út tímariti Nordisk tidskrift frá kriminalvíðinskap sem tímarit sem var meir en 100 ára. Ármann átti einnig sæti í norrænu hegningarlaganefndinni og tók á vettvangi hennar þátt í samningu nokkurra lagafrumvarpa í samvinnu við fræðimenn á hinum Norðurlöndum. Norræna sakfræðiráðið, Nordisk samarbejdsråd for kriminologi, var stofnað árið 1962. Að því stóðu helstu fræðimenn á sviði refsiréttar og afbrotafræði á Norðurlöndum og frá upphafi var Ármann fulltrúi Íslands í ráðinu og sat þar til ársins 1979. Margir þekktustu fræðimenn Norðurlanda á sviði refsiréttar og afbrotafræði voru formenn ráðsins þann tíma sem Ármann var í ráðinu. Þannig hann starfaði með þessum mönnum að þróun norrænar afbrotafræði en norræna sakfræðiráðið hefur það hlutverk að standa fyrir og efla rannsóknar á sviði refsiréttar og afbrotafræði og stendur fyrir ráðstöfnum og gefur út skýrslur og fréttabréf og ýmis rit á því sviði. Þessi starfsemi ráðsins mótaðist á þessum fyrstu árum og þar var Ármann þáttakandi. Og að þessum arfi búum við enn í dag vegna þessi skemmst að minnast að norræna sakfræðiráðið hafði aðsetu hér við Háskóla Íslands árunum 2010-12 og hélt þá upp á 50 ára afmæli sitt. Ármann naut alla tíð mikillar virðingar með kollega sinna á Norðurlöndum og mínu fyrstu árum í norrænu fræðasamstarfi að þá var ég iðulega spurð það hvað var að frétta af prófessor Snævar. Og þess maður líka geta árið 1993 að þau hlaut Ármann verðlaun norrænu lögfræðingasamtakana fyrir framlag sitt til norrænnar réttarþróunar. Ármann hafði áhrif á þróun lagareglna á sviði refsiréttar, ekki síst með setu sinni í hegningarlaganefnd. Hann var í þeirri nefnd í 30 ár og þar af formaði nefndarinnar seinni hluta þess tímabils og kom að samningu fjölda frumvarpa til breytinga á almennum hegningarlögum. Fyrsta frumvarpið á sviði refsiréttar sem Ármann kom að var endurskoðun á þeim kafla hegningarlaganna sem fjallar skilorðsdóma. Því fylgdi ítarleg greinargerð og ákvæðin voru mjög anda nýrra sjónarmiða að reyna að bjarga mönnum, einkum unglingum, frá því að verða afbrotamenn og beina þeim á réttar brautir. Og þessi kafli hegningarlaganna ennþá í fullu gildi þó gerðar hafi verið á honum nokkra breytingar. Og árið 1956 birti Ármann langa og ítarlega grein þetta efni í Úljóti.
Og þess maður geta að þegar ég var í laganámi að þá var Ármann að mestu hættukennslu en Jónatan Þórmundsson, prófessor, fékk hann til að kenna okkur einn dag og efni var með skilorðsdómar. Og minnisstæður smitandi áhugi Ármanns á efninu og allir svo fjöldi dóma sem hann hafði á Hraðbergi og Reifaði. Nú, árið 1955 að þá kom ákvæði nytjastuld, þess að lögfest á 1956 og það var sem sagt í kjölfar þess að vélknúnum ökutækjum hafði fjölgað mjög á götum bæjarins og því fylgdu oft ölvunarakstur og tilhæfandi hætta og þá var ákvæðum hegningarlögunum breytt þannig að þessi brot verðu þyngri refsingu en taka annarra hluta. Hegningarnefndin samdi líka frumvarp réttindasviptingu og þar var höfð hliðsjón af dönskum, norskum og sænskum lögum með það efni og Ármann kom víða við vegna þess í greinargerðinni þá líka vitnað í sjónum bandaríska sakfræðinga, þar á meðal Edwin S. Sutherland sem sá bandarískur afbrotafræðingur sem skrifaði bókina White Collar Crime sem eitt af grundvallarrautum á síðu afbrotafræði á síðustu öld. Nú síðan að þá kom fram ný ógn á 7. áratugnum í sambandi við flugsamgöngu, svokölluð flugrán og þá kom ákvæði í hegningarlögin varðandi það og á 8. áratugnum að þá kom ákvæði bann við mismunun eins og þá var vegna þjóðernis, litarháttar, kynþáttar eða trúarbragða. Og upp á 1970 þá fóru fíkniefni að berast til landsins og þá tók hegningarlaganefndin einnig það málefni fyrir og samdi frumvarp til löggjafar það efni. Og árið 1976 að þá voru reglur hegningarlaganna reynslulausn endurskoðunar og þar var meðal annars byggt á tillögum norrænu hegningarlaganefndarinnar en Ármann væri einn nefndarmanna þar eins og áður komið fram. Og svigrúm til veitingu reynslulausna var þá rýmkað verulega en ætlunin með því að brúa bilið milli afplánunar í fangelsi og óskorans frelsis fangans. Og refsigæsla utan stofnana eins og þessi úrræður kölluð það var einmitt efni sem var mjög til umræðu á Norðurlöndum á þessum tíma og Ármann mjög áhugasamur þetta efni, samanber rannsóknir sem skilorðsdóma, en þessi efni eru nátengt. Nú árið 1981 að þá tóku gildi viðamiklar breytingar á reglum hegningarlaganna fyrningu sakar og brottfall viðurlaga og líkamsáris og líkamsmeiðingar. En þessari yfirferð yfir lagafrumvarp á sviði refsiréttar sem Ármann átti þátt í að semja, hún auðvitað ekki tæmandi. En hún sýnir hins vegar fjölbreytileika viðfangsefna sem tengdust mjög þjóðfélagsþróun á síðustu öld, en það efni mitt þarf að segja tengsl refsiréttarins við samfélagið sem lögunum ætlað að þjóna efni sem var Ármanni með hugleikið. Og það endurspeglast líka í þessum viðfangsefnum áhugi hans sem á velferð ungs fólks. Ég get ekki skilist í þetta efni án þess að geta eins efnis í viðbót sem kannski ekki augljóslega tengt refsiréttinum. En þannig að þessa dagana þá ég að kenna hér í meistaranámi í lagadeildinni námskeið sem heitir umhverfisrefsiréttur og byggja á rannsóknum sem ég hef stundað í samstarfi Max Planck-stofnunina í Þýskalandi. Og einn af þeir lagabálkum sem þar fjallað þar að segja í umhverfisrefsiréttinum eru náttúruverndarlög og þar eru refsiákvæði og öll ákvæði það sem eða þeir lagabálkar það sem eru refsiákvæði köllum við í refsiréttinum sérvissulög. En það þannig að fyrstu náttúruverndarlögin á Íslandi voru sett árið 1956 og það var einmitt Ármann sem samdi frumvarpi til þessara laga ásamt doktor Sigurði Þórarinssyni jarðfræðingi og þeim fylgir mjög ítarleg greinargerð sem mjög gaman að lesa. Síðasta efni sem ég ætla að nefna mótun íslensks refsiréttar með fræðistörfum og kennslu. Þegar Ármann stundaði nám í lagadeild Háskóla Íslands þá voru námsbækurnar á dönsku, þannig var lengi fram eftir. Í framhaldsnámi sínu á Norðurlöndum að loknu embættisprófi hér heima þá hefur hann kynnst helstu fræðimönnum sinnar tíðar og fræðiritum þeirra. Eftir að Ármann var síðan prófessor þá tók hann meðal annars að sér kennslu í refsirétti og hann hóf strax ritstörf og hann hafði alltaf áhuga á kennslumálum og skrifaði grein kennslumál lagadeildar fyrst árið 1949 og síðan aftur 1961 og seinni greinin að hún birtist í ritinu Vísindi efla alla dáð sem var afmæliskveðja til Háskóla Íslands á 50 ára afmæli hans frá bandalagi háskólamanna en Ármann átti einmitt þátt í að stofna bandalagið. Fyrsta grein Ármanns á sviði refsiréttar birtist árið 1951 og það greinin eignaupptöku sem birtist í árbók Norrænu sakfræðifélaganna. Á næstu árum kom út fjölrituð hefti með dómareifunum og árunum 1958 til 61 kom út fyrstu dómaskrárnar á sviði refsiréttar.
Í formála bókarinnar vísar Ármann til latneska máltækisins bækur eiga sér sögu og segist að hafa fundið mjög til þess á námsárunum sínum og líka ekki síður eftir að hann hóf kennslu hversu erfitt hafi verið að finna út úr því hvort dómar hafi gengið einhver tiltekið efni hér á landi. Og úr því að dómarskránum ætlaði að bæta og þar eru reifaðir dómar Hæstaréttar frá upphæði 1920 og fram að þeim tíma þegar dómarskránar komu út. Árið 1959 kemur út fyrsta riti sem ætlaði til kennslu, þar sé að þættir og refsirétti og þar fjallað 2 brotategundir, líkamsmeiðingar og brennu. Efnið sett upp á þannig hefðbundna hátt sem að tíðkast í norrænum refsirétti, þar sé að fyrst lýst henni refsunæmi hegðun og síðan huglægum skilyrðum og loks viðurlögum við brotunum. En áður en að þessari umfjöllun kemur ítarlegur kafli réttarsögulega þróun lagaákvæðanna, allt aftur til Grágásar og Jónsbókar og síðan kemur kafli með tölulegum upplýsingum. Og þetta alveg anda Ármanns sem tengdi gjarnan umfjöllun sína lagaatriði við veruleikann sem ákvæðin eiga að þjóna. Og þá má því sambandi líka geta þess árið 1977 þá gaf hann út fjölrita rit undir heitinni Afbrotaskýrslur. Meginverk Ármanns á sviði refsiréttarins þættir úr refsirétti 2 sem kom fyrst út árið 1968. Þetta efnismikil bók sem fjallar almenna hluta refsiréttarins, efnis- og viðfangsefni fræðigreinarinnar hugtakið afbrot, refsinæmi, ólögmæti og saknæmi, fjallar mjög svona flokkum brotana, til dæmis tjónsbrot, samhverfbrot og hættubrot, brotar sem fullframingastigi fært fram, pútatítt brot og ímyndubrot, allt efni sem ég hef verið myndið að fara yfir núna með laganum á 3. ári. Þetta sem sagt á nýjirðirinu sem Ármann setur fram og hann skilgreinir einnig þessi hugtök og enn þann dag í dag þá byggjum við á þessum skilgreiningu þó kannski sum heitin hafi breyst. Og hann fjallar líka í þessari bóku refsiheimildirnar og skýringu refsilaga og setur refsiréttin í samhengi við aðra fræðigreinar á sviði sakfræði eins og afbrotafræði og refsipólitík. Og í þessari bók líka ítarlegur sögulegu kafli þar sem lögð er áhersla á það að refsilöggjöfin sé svo ég vitni þá beint í Ármann oft spegilmynd af högum manna í þjóðfélagi, efnum þeirra og vanefnum, þjóðfélagsháttum og menningarstigi. Tilvitnun lýkur. Sem dæmi nefnir hann þarna meðal annars ákvæði Grágásar átuþýfi. Og ég spurst nemendur hvort þið viti hvað átuþýfi og stundum kannski lítið svör, en það samt þjófnaður á matvælum sem var refsiverður án tillits til verðmætis þýfis og þótti mjög svívirðilegt brot að stela lífsbjörginni þannig frá fólki og þótti bera merki illt innræti og illfýsi. Loks má svo í lokin nefna 2 greinar, orsakatengsl og skaðvænni atferlis og breytingar á almennum hegningarlögum í ljósi breyttara viðhorfi refsirétti þar sem fjallað fyrningu og líkamsmeiðingar og báðar þessar greinar hafa verið notaðar sem námsefni í kennslu í refsirétti. Framlag Ármanns til refsiréttarins óumdeilt. Hann fjallar ekki bara gildandi rétt þegar hann að skrifa, heldur leggur hann líka áherslu á að setja núgildandi ákvæði í sögulegt samhengi. Vegna þess að hvernig getum við unnið að framförum ef við þekkjum ekki fortíðina. Ármann líka frumkvöldli í því að tengja lagalega umfjöllun sína við raunveruleikann og samfélagi til dæmis með tölfræðilegum upplýsingum og hvort tveggja leggjum við áherslu í refsirétti nútímans. Af þessi ljóst að mótun Ármanns og fræðigreinar refsiréttur gerist bæði gegnum áhrif hans á þróun löggjafar með samningu lagafrumvarpa breytingar á ýmsum ákvæðum hegningarlaganna, bæði ákvæðum í almenna hlutanum og síðan ákvæðum einstaka brotategundir og einnig rannsóknum hans og fræðiskrifum og síðan kennslu. Hann var alla tími virkur þáttakandi í norrænu fræðasamfélagi sem einmitt sá grunnur sem að refsirétturinn okkar byggir á. Og lokum vil ég þakka fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að fjalla hér Ármann. Rektor, forseti Hæstaréttar, fjölskylda Ármanns, heiðraða samkoma. Það mikill heiður fyrir mig að fá að standa hérna í dag og segja nokkur orð við ykkur fjölskyldu og erfðarétt. Ég vil byrja á því fyrir hönd rannsóknarstofnunar Ármanns Snævarr fjölskyldumálefni að lýsa bæði þökkum og gleði yfir því að þessi samkoma skuli hafa orðið að veruleika og vona að þið hafið notið þessarar dagskrár sem sett var saman.
Það er dálítið merkilegt eftir að hafa hlustað hérna á kollega mína að hugsa sér að standa upp og ætla að segja nákvæmlega það sama Ármann á einu réttarsviðinu enn. Það er einhvern veginn eins og við séum að tala 3 ólíka menn. Hvernig gat einn og sami maðurinn afkastað jafn miklu á jafn mörgum sviðum. Þegar Ármann leit yfir farinn veg eitt sinn eftir farsælan feril sinn í lögfræði þá sagðist hann í viðtali alltaf hafa heillast mest af hinni félagslegu hlið lögfræðinnar og hinnu mannlegu félagstengslum. Áhugi hans beindist á því að kanna hvernig lögin gætu skipað málum á réttsýnan og manneskjulegan hátt eins og hann komst að orði. Og það skildi því engan undra að fjölskyldu og erfðaréttur hafi verið eitt af hans aðal viðfangsefnum. Og fjölskyldurétturinn var það réttarsvið sem að Ármann vann lengst að og við búum svo vel að vita margt af því sem að honum lá á hjarta þessi málefni, satt best að segja alveg til síðasta dags. Hér er búið að nefna og ég ætla að nefna aftur bókinan sem að kom út árið 2008, Hjúskapur og sambúðarréttur, 2 árum áður en hann féll frá. Og þá líka þegar langþráður draumur hans þverfræðilega rannsóknarstofnun varð að veruleika árið 2009 með tilurð rannsóknarstofnunar Ármanns Snævar fjölskyldumálefni sem ég hef þann heiður að stýra sem formaður stjórnarinnar. Þar bjó Ármann að því og við, hann fékk tækifæri til að lýsa þeim verkefnum sem honum þótti brýnast að takast á við. Og við vorum einmitt að skipuleggja næsta fund okkar, við hittumst nú reglulega en vorum að skipuleggja það þegar hann laðist inn á sjúkrahús. Ármann áttaði sig snemma á sérstöðu þessara fræðigreinar í lögfræði, hvernig þessar réttarreglur snerta hvern og einn einstakling í samfélaginu með einum eða öðrum hætti á æviskeiðinu, eins og lög gera kannski oft en sjaldan á jafn persónulegan, tilfinningaríkan og afdrifaríkan hátt eins og á við fjölskyldu og erfðaréttinn. Við tökum ákvarðanir hjúskap eða sambúð eða barneignir með eitthvað allt annað í huga en lög og reglur og svo hitta réttaráhrifin okkur allt of oft á ófyrirséðum og erfiðum stundum eins og við skilnað eða sambúðarslit eða andlát. Við viljum ekki hugsa þessi erfiðu tímamót og þess vegna vitum við ekki vel hvaða reglur gilda og við forðumst að gera ráðstafanir. Ármann sá fjölskylduréttinn alltaf í víðu samhengi. Hann hafði mikinn áhuga á að kanna hvernig hinn lagalega umgjörð fjölskyldunar virkaði, sérstaklega hvernig lögin virkuðu sem andsvar við fjölbreyttum fjölskyldugerðum og fjölskylduhögum í síbreytilegu samfélagi, hvernig lögin mótast af breytingum og móta þær leið að sínu leyti. Líf og lög eiga að vera samstíga, sagði Ármann svo réttilega. Það voru 3 atriði á þessu réttarsviði sem að lituðu alla hans nálgun. Í fyrsta lagi að löggjöf fjölskyldumálefni yrði að grundvallast á rannsóknum. Þannig yrði að brjóta til mergjar hversu vel eða miður vel réttarreglurnar hentuðu raunverulegum hagsmunum og þörfum fjölskyldu. Í öðru lagi lagði hann ríka áherslu á áratugum saman að það væri brýn þörf á víðtækum rannsóknum með samræmdu átaki ýmissa greina þjóðfélagsvísinda. Það verður að vera snerting við hina mannfélagslegu kviku, sagði Ármann. Og einungis það tekst með samspili ólíkra fræðigreina. Ólíkra fræðigreina innan lögfræði en líka fræðigreinana á sviði félagsvísinda, hug- eða heilbrigðisvísinda, svo sem eins og sálfræði, lýðheilsufræði, félagsfræði, mannfræði, þjóðfræði, sagnfræði, tölfræði, svo eitthvað sé nefnt. Og í þriðja lagi þá eigum við að nýta okkur til eins ítrasta fyrirmyndir og reynslu annarra þjóða og alþjóða samfélagsins. Það er dálítið merkilegt að Ármann taldi fjölskylduréttinn hafa verið kyrrstæða fræðigrein lengst af 20. öldinni með fastmótuð viðfangsefni og viðhorf. Og þetta reyndist vera meiri hlutin af hans starfsævi. Frá og með 10. áratug síðustu aldar og fram yfir aldamótin, þá sá Ármann fjölskylduréttinn aftur á móti sem fræðigrein með miklu hreyfiafli í miklu ölduróti, eins og hann orðaði það. Þar sem að örar þjóðfélagsbreytingar, ný viðhorf, aukin velferð, endurmat lífsskylda og stefnur og straumar í alþjóðastarfi kölluðu á ný fræðileg tök.
Að hans mati urðu þarna róttækustu breytingarnar á sviðinu í marga áratugi og taldi Ármann nánast nokkuð lagasvið í jafn örri framþróun. Það margt til í þessu en það má samt ekki vanmeta áhrif Ármanns á kyrrstöðutímabilinu og þann grunn sem að hann lagði að henni kraftmiklu þróun. Ármann hafði umsvifamikil áhrif á fjölskyldurétt í íslensku samfélagi og það útilokað að gera því tæmandi skil, en hann hafði áhrif kannski fyrst og fremst að því hann kom að málum úr svo ólíkum áttum eins og við höfum þegar heyrt. Ármann var auðvitað kennari og fræðimaður og í fjölskyldu- og erfðaréttinum eins og öðrum fögum sem við höfum heyrt lýst, þá var hann frumkvöðull í því að skrifa heildstæðar bækur efnið á íslensku. En það mjög áhugavert að í bókinni frá 2008 þá segist Ármann áður hafa gefið út kennslubækur á réttarsviðinu, en nú væri komið að útgáfu yfirgripsmeira fræðirits þar sem leitað væri víðar fanga. Og hann leyfði sér að skrifa vítt og breytt stöðu fjölskyldunar, fjölskyldugerðir og fjölskyldupólitík í fjölbreyttu samhengi. Ármann mætti fyrst og fremst þörfinni fyrir heildstæð yfirlitsrit en í öllum bókunum hans þá kom þó í gegn áhugi á félagslegu og sögulegu samhengi og þekkingin hans á réttarstöðu í öðrum löndum. Hann var líka í þeirri sérstöku stöðu alla tíð að vera mest að skrifa lögin sem hann átti þátt í að semja. Lagasmiðurinn Ármann. Hann kom nefnilega að samningu allra helstu lagabálka á þessu réttarsviði á allri 20. öldinni, svo að segja. Hann var leiðandi í samningu erfðalagana 1962 og lagana stofnun og slit hjúskapar 1972 sem var afrakstur norrænna lagasamvinnu. Hann var lengst af formaður svokallaðar sifjalaganefndar dómsmálaráðuneytisins og í þessu hlutverki var allatíð mjög áberandi hversu vel hann fylgdist með því sem gerðist á norrænum og alþjóðlegum vettvangi. Hann var mikill áhugamaður norræna lagahefð og samræmi. Hann var kannski ekki beinlínis brautryðjandi á norræna lagasviðinu en hann var mjög fljótur að leggja til að við fylgdum góðum fordæmum með þá nánari útfærslum sem að honum þótti nauðsynlegar og réttlátar. Sifjalaganefndin undir forystu Ármanns ritaði fyrstu heildstæðu barnalögin frá árinu 1981. Þar var rudd brautin í viðurkenningu á réttarstöðu sambúðarforeldra og stjúpforeldra. Þetta vakti athygli á Norðurlöndunum sem að síðan hafa smá saman verið að feta þessa sömu braut. Þá greip Sifjalaganefndin á lofti ögrandi hugmyndir á þeim tíma sem voru að ryðja sér til rúms stöðu barnsins. Í fyrsta lagi var lagt til að nota orðið forsjá í stað foreldravalds eða forræði og mættu nú allir taka sér það til fyrirmyndar. Í öðru lagi var í lögunum ákvæði að foreldrum bæri að hafa samráð við barn áður en þau tækju ákvarðanir og það þótti nú aldrei nýlunda. Í fylgiskjali með frumvarpinu var líka lýst dálítið nákvæmlega hugmyndum stofnun embætti umboðsmanns barna sem var þó ekki að veruleika fyrir neinum 14 árum síðar. Sifjalaganefndin samdi einnig barnalögin frá árinu 1992 og þar voru meðal annars gerðar grundvallarbreytingar á fyrirkomulagi forsjár barna eftir skilnaðið að sambúðarslit og þar með lagður grunnur að réttarstöðu barns sem við höfum þróað síðan og erum í raun enn að vinna með. Einnig var þarna bent á okkur vantaði lög tæknifrjóvgun og þau urðu að veruleika nokkrum árum síðar. Sifjalaganefndin samdi fyrstu heildstæðu hjúskapalögin árið 1993 sem eru enn í gildi. Það var safnað saman þar og bætt og breytt ákvæðum sem höfðu verið á víð og dreif. Það hafði verið lagt þarna upp með norrænt samstarf en nú var svo komið að þá fór að bera á ólíkum útfærslum í einstaka löndum. Þarna var Ármann kominn í öldurótið. Þessar breytingar sem voru lagðar til á þessum tíma voru kannski líka þess vegna dálítið hófstilltar. Síðasta stórvirkið í lagasmíð voru endurskoðuð ættleiðingalög árið 1999 sem enn í gildi. Hæstaréttardómarinn Ármann setti ótvírætt mark sitt á þróun réttarins og ég ætla bara að leyfa mér að nefna 2 lítil dæmi. Fyrst ætla ég að nefna sér ákvæði Ármanns í dómi frá 1979 sem að snerti umgengnisrétt föður. Í lögum á þeim tíma var einungis gert ráð fyrir umgengnisrétti foreldris eftir slit hjúskapar en ekki eftir slit óvígðrar sambúðar eins og þarna átti við. Og meiri hluti Hæstaréttar fylgdi henni viðteknu venju, taldi það hlutverk löggjafans að breyta gildandi rétti og hafnaði umgengni. Ármann var ósammála
og hann leyfði sér þá djörfu leið að láta hagsmuni barnsins ráða til að komast að niðurstöðu að umgengnisréttar nyti við, byggði hann á grunnsjónarmiðum í íslenskum barnarétti. Og það má segja að þetta eigi samhljóm með áherslum dómstóla núna á allra síðustu áratugum í takt við aukna mannréttindavernd. Mestu áhrif Ármanns sem dómara voru þó á sviði hins ólögfesta sambúðarréttar. Og það óumdeilt að Ármann átti ríkastan þátt í þeirri stefnubreytingu Hæstaréttar og eftir 1980 að fara frá því að dæma svokölluð ráðskonulaun til kvenna og til þess að dæma framlög beggja til eignamyndunar. Þetta sá grunnur sem enn miðað við í dag með öllum sínum kostum og kynjum. Þegar stofnun Ármanns Snævar var sett á laggirnar, árið sem hann varð níræður, þá sannaðist enn og aftur hversu öflugur Ármann var alla tíð. Eldmóður hans, þekking og hugmyndir hvöttu alla til dáða sem áttu hlutamáli. Ármann gerði það þarna ljóslifandi hversu brýnt það var sem aldrei fyrr að rannsaka með markvissum hætti stöðu fjölskyldunnar í nútímasamfélaginu og hvert stefni í fjölskyldumálum. Og Ármann hafði mjög skýrar hugmyndir hvað þyrfti að gera. Þar bar hæst að auka rannsóknir, að efla samstarf ráðuneyta til að skapa skýra heildar umgjörð fjölskyldurnar, að endurskoða hjúskaparlögin, meðal annars reglur fjármál hjóna og skilnaði, að endurskoða erfðalögin, ekki síst með tilliti til sambúðarmaka og síðast en ekki síst að setja heildar lög óvígða sambúð. Allt þetta brýnt. Sumt af þessu höfum við reynt að gera og ýmislegt til viðbótar, en það alveg ljóst að öðru hefur ekki verið gefinn gaumur. Við höfum þannig ekki náð að halda í við margbreytilega norræna laga þróun á réttarsviðinu. Nú legg ég til að við tökum Ármann okkur til fyrirmyndar og reynum að hafa alltaf fingurinn á félagslega og fræðilega púlsinum í fjölskyldurétti. Og í þeim anda vil ég að lokum gera orð hans að mínum. Ármann sagði: ég þess fullviss að rannsóknir og fræðilegar umfjallanir munu aukast og eflast hér á landi í þessari áhugaverðu, hagnýtu og sífellt ögrandi fræðigrein. Takk Ármann og takk fyrir mig. Góðir hátíðargestir, við öll þökkum þessum ágætu fræðimönnum fyrir þessi frábæru erindi sem vörpuðu slíku ljósi á störf Ármanns Snævar að íslenskri lögfræði að ég held að við höfum aldrei nokkuð tíman fyrr átta okkur á hversu mikið starf hann hafi unnið. Þetta gerðu þau á þessum skamma tíma sem að þeim var úthlutað á þessari hátíðarsamkomu, þannig að þetta var frábært afrek hjá þessum góðu fræðimönnum og við þakkum þeim innilega fyrir. Þarna verðum við margs vísari svo sannarlega. Og þá komið að lokum dagskrár og þá langar mig að vera dálítið persónulegur. Eins og hér kom þegar fram, sérstaklega hjá Davíð Þór, þá hafði Ármann áhuga á einu sérstöku fagi, sérstöku á ýmsan hátt, sem heitir réttarheimspeki, en þetta sérstaka fag hafði ekki verið á námskrá lagadeildar hér við háskólann. Þegar hann fór til útlanda í framhaldsnám, þá fór hann meðal annars til þess að kynna sér þessi fornu fræði. Ég hef alltaf haft þann grunum að Ármann hafi langað að kanna hvaðan lög yfirleitt kæmu, hvaða lög, ef nokkur væru undir þeim lögum sem við þekkjum þó, eða yfir þeim eins og sumir vildu halda fram. Þetta fjallaði
og fjallar Ármann Snævarr í almennu lögfræðinni sem Davíð var að lýsa fyrir okkur. Og þegar ég nam almennu lögfræðina hér frá 1962 þá fékk ég áhuga á þessu sérstaka viðfangsefni og mig fýsti að fara í framhaldsnáð til Englands og leitaði til Ármanns og hann hvatti mig eindregið með ráðum og dáðum. En nú skulum við aðeins staldra við og gæta að. Ármann dreif sig til útlanda til þess að nema ókunn fræði. Ég held að fleiri en ég hafi haft þá hugmynd að honum hafi þá efalaust liðið eins og Sæmundi Sigfússyni í Odda, sem Sigurður Nordal segir í riti sínu Íslensk menning að hafi farið ungur utan og verið fyrsti Norðurlandabúi sem vitað væri að stundað hafi nám í Frakklandi. Muni hann hafa verið lærðastur maður á landi hér sína daga, segir Sigurður Nordal. Ég held, og ég efast ekki að margir fleiri séu mér sammála, ég held að þessa fyrirmynd hafði Ármann alla tíð og stuðlaði meira að segja að því að verk sem Ásmundur Sveinsson myndhöggvari gerði á námsárum sínum í París 1926 af Sæmundi á Selnum, að þetta verk yrði reist fyrir framan háskólann. Þannig maður var Ármann. Og við höfum séð á hans fræðastörfum sem að hér voru þessi stórkostlega mynd sem fræðimennirnir drógu upp af hans fræðastörfum að þannig maður hefur hann verið og hans fög voru svo víðfeðm að við trúum varla eigin augum þegar við sjáum þetta, hvað þá eyrum þegar við heyrum þetta. Góðir fundarmenn, öllum sem fram hafa komið eru færðar innilegar þakkir og ykkur hátíðagestum þakkað fyrir komuna. Í boði gestgjafa eru þá léttar veitingar, ekki hér beint fyrir framan, heldur í andirinu hér að neðan. Ég leyfi mér að segja hátíðarsamkomunni slitið. Takk fyrir.